Einu sinni var lítill tómatur en tómaturinn prumpaði upp í loftið en þá kunni hann ekki labba en þá datt hann út í einn sjó og þá kom hákarl að éta hann og svo kom krókódíll og éti hákarlinn en þá prumpaði bara tómaturinn í hákarlinn og svo þurfti hákarlinn að prumpa aftur og svo þurfti líka krókódíllinn að prumpa en þá vildi bara einn maður að eiga krókódílinn af því hann prumpar alltaf í eilífu en tómaturinn vissi ekki hvernig hann átti að komast út af því hann var lokur í tveimur krókódílum og líka í hákörlum en ég veit ekki en hann vissi ekki hvernig maður átti að komast út en þá prumpaði hann aftur og líka hákörlinn og krókódílinn en hann vildi ekki aldrei komast út í eilífu en þá vildi bara hann koma einhvern tímann seinna þegar hann væri að fara að horfa á mynd en þá vildi hann ekki vera lengur lifandi af því að hann var að tyggja svo nefnilega hákarlinn hann var að tyggja tómatinn eins og bara lítill hákarl en það væri ekki gott ef ég myndi gera. Bye, blessuð og sæl.